Já, velkomin á Frelsi TV og Frelsi Radio fyrir þá sem að eru á þeirri bylgjulengd. Hérna, ég ætla að fjalla í kvöld aðeins hóp sem að hefur verið kallaður Eimreiðarhópurinn og sem að væri hugsanlega réttar að kalla Eimreiðarmafían eða skipulegðu glæpasamtökin Eimreiðin. Af því að þessir menn hafa frá 1970 eitthvað, þá hafa þeir stundað skipulega glæpastarfsemi. Og þeir reyndar ekki einir á Íslandi í dag í að stunda skipulega glæpastarfsemi. Það eru fleiri hópar sem hafa myndast. Þið sjáu bara til þess að þegar að svona glæpahópar eins og Hells Angels stofnaður, þá spretta fleiri og menn sjá að þetta er góðu business fyrir þá sem vilja vera glæpamenn. Þá myndast allsnarlega fullt af öðrum samskonar hópum. Og hérna sama gildir með það hafa fleiri svona skipulega glæpasamtök verið mynduð á Íslandi. Og í raun allt flokkspólitíska kerfið, fjórflokka kerfið á Íslandi er skipulega glæpastarfsemi. En hérna, ef við tökum fyrir í kvöld þennan Eimreiðarhóp sem að hefur náð nokkuð langt í sínum glæpaverkum, þá hérna mynd af þessum kumpánum. Þeir ekkert að fela sína glæpastarfsemi. Þeir virðast, það ákveðið einkenni á þessum þessum kallaði hvítflipa glæpamenn. Og hérna nafnalisti yfir þessa menn og þið sjáið hvernig þeir dreifast í ákveðin embætti. Það ráðuneytisstjóri og forstjóri Landssímans sem var gefinn þessum hópi, þessi hópur stal þessu fyrirtæki frá Íslendingum. Davíð Oddsson sem sannlega valdamesti mafjósinn af þessum hóp, og síðan Geir Haarde sem að ég hef sýnt að hefur furðuleg tengsl. Síðan Gunnlaugur Klausen, hæstaréttardómari, þannig að þið sjáið að þeir eru inn í dómstólunum. Síðan hérna einn inn í háskólasamfélaginu og einn kvikmyndagerðamaður til að gera áráðsmyndirnar, og Jón Óttar Ragnarsson sem var með í að stofna Stöð 2 og fleira slíkt. Og þið sjáu að þeir leggja undir sig stofnanir í samfélaginu, dómstólana, fjölmiðlana, bestu fyrirtækin. Og síðan einn af þeim svæsnari, Kjartan Gunnarsson, og Magnús Gunnarsson, hann agent hjá þessum hóp líka. Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, hann alltaf með puttan í öllu að tæma Hitaveitu Reykjavíkur af peningum og svo víðir og svo víðir. Þorsteinn Pálsson, mjög virkur í þessari glæpastarfsemi. Og tveir eru núna að heila þvo þjóðina. Það náttúrulega Þorsteinn Pálsson og Davíð Oddsson, báðir ritstjórar. Og svo sagnfræðingurinn til þess að gera söguna fallega, og svo hagfræðingurinn náttúrulega. En þið sjáið að þeir horfið á mynd af þeim, og svo hérna mynd af glæpahóp frá Atlanta í Bandaríkjunum. Og síðan hérna önnur glæpasamtök sem að margir kannast eflaust við. Ég geri í sjálfum sér engan greinamun á þessum þrem glæpahópum. Fyrir mér þetta allir þessir aðilar jafn hættulegir.
og það munar nánast engu. Þeir skilja eftir fólk í vosbúð og vondum málum. Fólk tapar heimilum sínum, fólk tapar vinnunni sinni. Ísland var mjög gott þjóðfélag áður en að þessi hópur byrjaði starfsemi sína. Ísland var alveg einstakt þjóðfélag þar sem að flestir höfðu það mjög gott. Það var yfirdrifið nóg að vinnu. Við nýttum auðlindunar okkar mjög vel, við borðum hvalkjöt, við borðum fisk, og það var á mjög sanngjörnu verði af því að þetta er okkar eigin matur náttúrulega. Þessi hópur stóð fyrir því að einkavæða bestu fyrirtæki ríkisins. Þessi hópur stóð fyrir því að einkavæða bankana náttúrulega, gáfu einkavini sínum þetta allt saman. Og þessi menn hafa líka unnið mjög ógnandi gagnvart öllum sem hafa til dæmis ekki vilja þýðast á eða hafa ekki vilja gangast undir þeirra vald. Við munum nú eftir því sérstaklega þegar Davíð Oddsson var í stjórn og hans vinnubrögð, að það er svona ákveðin eineltis tarteringar. Þannig að fólk þorir ekki annað en að hlýða mafíunni. Og þetta þekkjum við munið kannski sé bíómyndir eða heyrt sögu í Ítalíu þegar að mafían stjórnaði bara eins og í Sigili, það var bara mafían sem stjórnaði. Og þar voru einhverjir dómarar, reyndar voru þar flestir pólitíkusar og lögreglan og allt liðið undir valdi mafíunar, en þarna voru einhverjir hugsjónar aðilar, dómarar sem vildu fara að reyna að stöðva þetta og saksóknarar, og þeir dóu allir. Það sem leið og eitthvað byrjaði að reyna að eiga við mafíuna, að þá dóu þeir. Og sama gildir þessa mafíu og aðrar í stíl við hana, að þeir sem að reyna eitthvað að eiga við hana eða hrófla við völdum þeirra, að þeir tapa kannski ekki lífinu eins og var í Ítalíu, þeir tapa kannski starfsframa sínum eða þeir tapa heimilum sínum eða mannorði sínu og til þess er öllum ráðum beitt, sko. Það er hringt í lögregluvinnina sína eða saksóknaravinni sína og það er hringt í bankastjóravinnina og alla mafían er sem sagt nýtt til þess að eyðileggja fólk sem að hugsanlega vil rísa gegn þessu. Og eitt frægt dæmi sem allir muna eftir bara á Íslandi er til dæmis Lilja Mósesdóttir sem vildi gera raunverulega hluti fyrir þjóðina sína. Þið munum nú tarteringarnar sem hún fekk. Þetta sjáum við að þessir aðilar sita í ritstjórnum og stjórna öllum fjölmiðlum landsins. Og þetta er mjög skýrgreint. Þetta er þokkalega vel skýrgreint fyrirbæri sem að þessir menn stunda. Það heitir krónikapitalismi. Og krónikapitalismi er fínt orð yfir fasisma. Þetta er það sem að Mussolini í Ítalíu fann upp að miklu leyti. Að það er að hann stundaði þennan svo kallaða krónikapitalisma sem heitir fasismi. Og hann náði mjög miklum árangur í þessu og það leið ekki á löngu þar til að fasista félaginn hans Hitler tók upp þetta fíneri. Og ég reyndar aðeins talað þetta áður, en krónikapitalismi er þegar að það er svona greiðastarfsemi, ríkisstyrkir, sérstakir skattaafslættir
og það ríkisvaldinu er beitt til þess að þessi hópur nái undir sig öllum gæðum lands og þjóðar. Og þetta fólk allt saman sem hagar sér svona á heima í fangelsi, mjög löngu fangelsi. Eins og þið munum kannski eftir lestastjóranum í Evrópu sem var að stunda það að sjá hvað lestin hans kæmist hratt. Þið munum eftir því hræðilega slysi sem átti sér stað í Evrópu. Og árangurinn af því var að það dóu næstu 100 manneskjur í lestarslýsi sem varð af hans völdum. Sama má kannski segja þennan einræðarhóp að það liggur í valnum eftir hann fullt af stórsköðum mannslífum og jafnvel hreinlega að fólk hafi dáið út af því sem þessi hópur hefur stundað. Sjálfsmorð, eins og segja, eyðilögð líf og það þarf ekkert að fara í eitthvað fínerísmál með hvað þetta fólk er og hvað það er að gera. Þetta eru glæpamenn. Þetta eru hreinræktaðir glæpamenn. Þeir eru reynda skipulagðir glæpamenn í jakkafötum, en þetta eru glæpamenn. Þeir eru ekkert annað. Og þeir eru, eins og við sjáum með Hells Angels samtökin, ástæðan fyrir að þeir er að ná góðum ná árangri í þessu sem þeir eru að gera, er að þeir eru mjög vel tengdir við erlend glæpasamtök. Þau samtök redda þeim góðum tengslum. Ég held reyndar að síja að leyniþjónustunnar noti svona samtök mikið til að vinna sóðaverkin sín. Og þannig að þeir eru datt niður á gagnauga.is. Ég ætla endilega agitera fyrir því, og einn Facebookavinur minn, Hákon Einar Júlíusson, skrifaði mjög góða grein Illuminati og upplýstu og allt það, og þið getið séð hinar upplýstu myndbandi mitt sem ég fjallaði íslenska frímúrarregluna eða Illuminati-regluna. Og við sjáum að þetta er markmiðið hjá þessum glæpasamtökum. Það er að byggja upp New World Order eða nýtt heimsveldi. Og markmiðið hjá þeim er svolítið svona Hunger Games þjóðfélagsstíl. Þeir vilja sem sagt mjög gjarnan að þeir hafi það ofboðslega gott, þeir eiga allar auðlindir og lifa bara í orgíu vellistingum, og síðan er mjög sterkur lögregluher. Her og lögregla rennur saman í eina einingu. Þetta sjáum við vera að gerast alls þar í heiminum. Og og síðan eru bara við öll hin rosalega fátæk. Og þannig að það er rosalega erfitt jafnvel fyrir okkur að takast á þetta, þegar þetta er eins og krabbamein, að þegar að krabbamein er komið á ákveðið stig, að þá er jafnvel ekki hægt að snúa við tilbaka. Eða ráðna fleiri krabbameins frumur í líkamannum heldur en heilbrigðar frumur, og þá sjáum við að það mun ekki enda vel. En eru myndir í Bandaríkjunum, það sem má sjá hvernig, og þið sjáum þetta vera að gerast alls staðar, þið sjáum þetta líka vera að gerast á Íslandi, að þetta er lögreglu, þetta er Oxford Police í Florida í Bandaríkjunum, þetta er lögregla, og þetta lítur miklu meira út eins og hermenn fyrir mér, og þeir eru með herbíla, hefi þunga hervopn.
þetta hérna tel ég að sé ekkert eðlilegur lögreglubíl og svo eru þeir náttúrulega með dróna og hérna sjáum við hérna sjáum við herbíl og þetta nú bara hérna rétt hinum megin við hafið í Flórida fylki. State Trooper, það er lögreglan eða ekki, og þannig að við sjáum alls staðar merkin og fólk getur ekki verið eins og strútur með hausinn í sandurum, og þið sjáu þeir eru komni með skriðdreka í sína þjónustu, og þetta sjáum við alls staðar, bæði á Íslandi, Bretlandi, Skandinavíu, alls staðar sjáum við þetta. Og það verður erfiðara og erfiðara að vinda ofan af þessu eftir því sem að tíminn líður, og við verðum bara að fara að tala þetta feimnislaust. Við verðum bara að viðurkenna fyrir okkur og hvert öðru að svona er staðan. Það eru glæpasamtök sem stýra landinu og sem að stýra heiminum, og við þurfum að vinna stöðuna út frá þeirri vitneskju. Og þá þurfum við líka aðeins að læra á vopnin þeirra, eins og í fjölmiðlunum. Þar stanslaust eins og þessi hugmynd mínum að ekki vera með leynilega kosningu til Alþingis til dæmis, að þá kemur alltaf eitthvað bara fullt af hersveitum eða svona fjölmiðlasveitum frá þessari glæpamafíu sem nei, það má ekki, þetta verður að vera leynilegt, það er svo mikið mannréttindamál, það er svo mikið réttindi, og svo sjáum við þegar að Landsbanka fjárfestar átt að tapa nokkur 100 milljörðum, þá var bara nei, þeim er ekki tapa peningunum sínum, ríkið verður bara að hjálpa þessu fólki, og bara 15 mínútum var bara kvittað upp á lagafrumvarp til þess að hjálpa þessum fjármagnseigendum, og bara á korteri og fengu þeir sína 300-500 milljarða tryggða sem þeir áttu engan rétt til. Og og svo sjáum við bara þennan harmleik þegar á að fara að hjálpa heimilum landsins, þá bara nei, eignarréttur er afstætt hugtak, þetta þótt að við séum með ólögleg lán, það breytir engu, það skiptir engu máli, og þið sjáum þá breytist tónninn, og þetta er ekki eðlilegt, þetta er ekki heilbrigt. Það er ekkert heilbrigt að það sé skipulagt óréttlæti í þjóðfélaginu, það sem að hinir ríku verða alltaf bara ríkari og ríkari, þeir sem eru ríkir og glæpamenn, að þeir verða alltaf bara ríkari og ríkari. Þess vegna var í upphafi svona ríkisvald stofnað. Það var nefnilega kannski áður fyrir að þá voru bara þeir sem að fóru, og við víkingar, við vorum víkingar, þá fórum við bara á ruppluðum og rændum og stálum fólki og fé og fjármunum, og þá kannski þegar að víkingar eru búin að ræna eitthvað svæði 2, 3, 4 sinnum, þá fer fólki á þeim svæðum að hugsa að við getum ekki látið bjóða okkur þetta, og þá fer fólk að krúka sér saman og segja ef við myndum okkur smá varnarhópa og við tökum okkur saman, þá getum við hugsanlega varið svona árásum, og svona byrjaði ríkisstarfsemin, að saminuð eru við sterk en sundruð eru við veik. En þetta kerfi er nánast dautt eða dáið úr skipulegu glæpastarfsemis krabbameini, og ég vil í kvöld er ég búin að vera að fjalla þennan einreiðarhóp, en við sjáum að það fullt af öðrum svona litlum glæpaklíkum
og við getum hugsað okkur bara hérna, horfum á þessa kórdrengi hérna og hérna hugsum okkur að þessi hérna með skeggið og þessi fyrir aftanan með sólglerun að hérna þessi með sólglerun hann hefði rænt frá mér aðleigunni og ég ætla að fara fyrir dómstóla og ná rétti mínum eins og ég á rétt til og þá situr þessi skeggjaði hinum með við borðið sem dómari í málinu. Hvað finnst ykkur um það til dæmis? Finnst ykkur það eðlilegt? Hvaða líkur á ég til þess að ná rétti mínum í slíkum dómstóli? Og eins og ég segi, það var nú hlustandi sem að gaukaða með þessum lista hérna bara dæmi um svona og þetta lið felur sig alltaf í eitthvað svona góðgera samtökum og eitthvað slíkt sko. Það eru ég vissum að ef að Hells Angels myndi flokka sig sem góðgera samtök þá fengið að vera í friði sko. Að hérna sjáum við, hérna er ráðuneytisstjóri, forstjóri, tónleikastjóri, bókaútgefandi, framkvæmdastjóri, svæðisstjóri, ráðgjafi, aðstofa fjósstjóri, framkvæmdastjóri, skattrannsóknarstjóri hérna. Það er væntanlega gott að vera í þessum klúbb ef að maður er eitthvað vesenast í skattamálum. Eða þá að maður getur, ef einhver í samkeppni við maður, þá getur maður sagt, já, heyrðu, endilega gerðu þessum lífi leitt sko. Hérna er eitt sem er í háskólanum, Lyfja mafíunni. Svo hérna framkvæmdastjóri, forstjóri, fórstjóri, læknir og byttu nú við, sendiherra, lögmaður, lögfræðingur, hérna sendiherra, forstjóri, framkvæmdastjóri og forstjóri, ráðuneytisstjóri, fyrirverandi útvarpsstjóri, annar ráðuneytisstjóri, verkfræðingur, forstjóri, lögfræðingur, sóknaprestur, bankastjóri og svo víðari. Og þið munið þegar ég fór yfir listan, stjórnarlistan hjá frímúrarareglunni, þá eru þar eru saman í félagi dómarar og bankastjórar. Og hérna, ég hef líka talað fyrir því meira að segja að það þurfi að aðgreina lögfræðinám og dómaranám. Og það þarf að kjósa dómara. Héraðsdómara þarf að kjósa bara í leið og borgarstjórakosningar fara fram og hæsta rétta dómara á að kjósa þegar alþingiskosningar fara fram. Og ég hef líka talað fyrir því eins og þið sjáu hérna að lögin séu skrifuð á sjálfbæran hátt. Ein leiðin til þess að halda kannski ef að við hugsum okkur að þessi glæpaklika ætlar að ráðast inn í land, þá vitið þið hvernig ráðist inn í land. Við höfum séð það núna aftur og aftur bara í nútíma mannkynssögu þegar verður að ráðast inn í land og annað. Að þið sjáuð það fyrst fara flugvélar yfir landið og það eru sprengjur sem að flest lönd eru með svona ratsjár til þess að vakta löndin sín og það eru til sprengjur sem að fylgja ratsjárgeislanum og fylgja ratsjárgeislanum tilbaka og sprengja út allar ratsjárstöðanar og þá er þjóðin orðin blind, hún sér sem sagt ekki lengur árásir sem er að koma inn. Og þetta sáum við með byrja að gerast þarna upp úr 1970 líka, þegar þessi hópur byrjaði, að þá byrjaði alls konar svona siðferðishnignun að eiga sér stað. Það var allar kirkjur voru orðnar ómögulegar, það mynduðust alls konar svona
hópar sem að byrja að hatast út í þjóðkirkjuna og kristna trú og og alveg furðulegar árásir sem að byrjuðu gagvart svona siðferðislegum standard þjóðarinnar sem var á þessum tíma þrátt fyrir allt og allt alveg þokkalegur, allavega miklu betri heldur en í Miley Cyrus rassaspekinni sem gildir í dag. Og þið sjáu það byrjaði að taka út svona ákveðin siðferðislega stöðar eða svona ratsjár og andlegar ratsjár. Og þegar það er gert þá er fólk eiginlega orðið svona hálfblind. Það hefur enga skoðun á hlutunum jafnvel og það er verið að bjóða upp heimili hjá fjölskyldu við hliðina og þú bara kemur mér ekkert við og svona er tekið niður siðferði þjóðar, það er númer 1. Síðan byrjar ákveðið svona sprengjuregn. Það allir var orðið næsta skref í Sýrlandi, það var að senda inn það sem kalla teppa sprengingu eða carpet bombing. Þá er tekin út öll hernaðarlega mikilvæg mannvirki og allt sprengt í tætlur. Og þetta þessi hópur byrjaði að taka út eins og fiskveiðiauðlindina. Við Íslendingar höfum í aldanna ráð lifað á því að róa aðeins út fyrir hafnagarðin og veiða fisk. Við komum af fiskimönnum og bændum reyndar og líka náttúrulega rollunarakkar og allt þetta lið. Og þessi glæpasamtök þau byrja á því að leggja undir sig náttúruauðlindirnar og að það má enginn veiða fisk nema fá eitthvað leyfi frá þessum kumpánum og og þeir komu síðan öllum þessum veiðileyfum í hendurnar á einkavinum sínum og þá er svona og svo náttúrulega Landsíminn, hann var gefinn, Sementsverksmiðjan, Síldarvinnslan, bara öll svona bestu fyrirtæki landsins, bara já, við ætlum bara að taka þetta fyrir okkur. Og þetta er svona ákveðin sprengjuregs herferð, af því þarna er komið svo mikið óréttlæti að þjóðin er búin að missa frá sér fullt af góðum tekjulindar fyrirtækjum. Landsíminn til dæmis var að borga fullt af peningum inn í ríkissjóð og veitti svakalega mörgu fólki góða vinnu eða svona ágætis vinnu og og ef það var mikið atvinnuleysi þá gátu þeir farið í það að ráða kannski fólki að hreinsa tækin sín eða gera eitthvað gagnlegt fyrir að mæla götunar í þunglindi sko. Og eða fara að vinna í Síldarverksmiðjunni eða áburðarverksmiðjunni eða Sementsverksmiðjunni eitthvað slíkt. Þannig að það er fyrst eru teknir út svona siðferðislegi póstar og það er sprengt allt í tætlur eða svona ekki með vopnum, þetta er þessi þögluvopn sem ég talaði með áður og síðan bara eins og þjóðin á ekkert Landsíma lengur, við bara eigum hann ekkert lengur, það er búið að stela honum af okkur og þessir kompánar reyndar eru eins og ég segi, þetta eru voða mikli lögmenn og dómarar og svona stjórnmálamenn og embættismenn sem að stunda þessa starfsemi og það er óbúslega og við sjáum að þeir sem hafa reynt að rísa gegn þessu liði, það er bara eins og að rísa gegn mafíun á Ítalíu, það fólk er bara tekið út og eins og ég lýsti áðan að við vitum það öll að það er alveg vonlaust mál að fara fyrir skeggjaðagaurinn með mál gegn þessum gaurum með sólglerun eða bara að fara með mál á Hells Angels þar sem að Hells Angels einstaklingur alltaf dæmi málinu. Og talandi lausnir þá tel ég líka til dæmis að
það á að vera 16 ára fangelsi við því ef einhver tekur opinbera stöðu eða gegnir embætti á Alþingi ef hann er meðlimur í einhvers konar leynifélögum eða einhverjum svona starfsemi af þessu tagi, þá á að vera lágmark 10 ára fangelsi og hámark 16 ára fangelsi við slíku broti. Þetta eru svo rosalega slæm, þetta er svo þjóðfélagslega umuleg brot og við sjáum að fátækt á Íslandi er að aukast og aukast og aukast. Það getur enginn hort framhjá því. Og og síðan er þegar þessi, ef ég held áfram með hvernig lönd eru yfirtekin hernaðarlega, þegar búið að sprengja eða taka yfir öll þessi mikilvægustu fyrirtæki landsins, þá er ríkið, fjárhagslega er landið orðið gjörsamlega lamað, en þú ert búin að yfirtaka landið valda, þú ert með öll völd í landinu í raun og þá byrjar ákveðið svona eftirlits iðnaður, þú ert búin að hertaka landið og svo náttúrulega það sem þau eru búin að sprengja yfirtaka allir þessi stóru fyrirtæki, þá sendur inn fullt af fótgöngulegum til þess að, og það er til dæmis eins og skattrannsóknarstjóri, að þessi hópur beitti skattrannsóknarstjóra til þess að rústa alls konar samkeppnisaðilum og til dæmis ég hef reynt að byggja upp fyrirtæki á Íslandi og það er bara, skatturinn er og ég var í samkeppni til dæmis við fyrirtæki sem ég vissi að lífeyrissjóðunir áttu mikla hagsmuni inn í og það var bara skattstjóri eins og gríla inn á teppi hjá mér af því að og maður sá svo greinilega bara öflin á bakvið sem að vilja ekki fá neina samkeppni og það eru semst fótgöngulega og við sjáum líka til bankarunnið, þá er bara þeir sem eru í mafíunni, þeir fá niðurfæll lán og allt í gúti með þeirra rekstur, en allir hinn eru bara settir með hörku með nefanum á hausinn. Við sjáum til dæmis bara stæðstu prentsmiðju landsins, þeir fengu 3 milljarða afskrifaða og þurftu ekki að tapa neinum eignum eða neitt slíkt og síðan var seldu þeir fyrirtækið með blússandi hagnaði og það ef við höldum áfram aðeins lengra með þetta, að þegar þú er búin að yfirtaka landið þá hefur eiginlega bara tvennt að velja í sambandi við þetta fólk sem ætlar að hafa áfram í landinu. Þá þarftu annarkvort að hafa fullkomna stjórn á því og passa að það fara ekki að mynda hópa eða fræða sig, fara að horfa á Frelsi TV og fræða sig hvað er raunverulega í gangi og þú vilt náttúrulega absolutt ekki að einhver aðrir glæpahópar komin á landsvæði og þessna sjáu þið til dæmis hvað stjórnmála elitan á Íslandi er paranoid gagnvart samtökum eins og Hells Angels sem eru bara, það farið gegn þeim með offorsi sko. Það er að því að skipulögðu glæpasamtökin fjórflokkurinn á Íslandi þekkja þegar annar glæpaklíka ætlar að koma til landsins. Það er þekkt í mafíu heimum að þeir vil ekki fá aðra mafíur inn en en það virðist engin fólk er bara einhvern veginn að fara frá ponti í þessi píldast að leita laust sinna mála og þegar á að fara niður taka ólöglegan feng fjármála glæpa manna Íslands að þá bara spurt hver á að borga hagnaðin sem þeir telja sig hafa eiga og þetta er náttúrulega bara algjört rugl sko. En Eimreiðarhópurinn, ég allavega vildi gera þetta vídeo til þess að það væri til söguleg heimild á þessi þáttur að þessi hópur eru skipulögð glæpasamtök og þessir menn á þessari mynd sem að þið sjáu þessir menn eru glæpamenn, þetta eru ekki heiðvirt fólk,
Þetta er ekki gott fólk og þetta er ekki heiðvirkt fólk. Þetta fólk, hver einn og einasti maður á þessari mynd, á heima í fangelsi. Minnst 10 ár mest, eða svona 16 árin og það mesta sem að menn eru dæmdir í á Íslandi. Jú, allt í lagi með það. En og við sjáum nú meira að segja einn af þessum kumpánu var nú böstaður við að stela á annað 100 milljónir og hann fekk 3 mánaða dóm held ég. Hann var dæmdur í 3 mánuði í fangelsi og hann mátti afplána dómin á lögfræðistofu á vinnu sínum, lögfræði vinnu sínum. Þetta er svona dómur sem að maður myndi búast við frá ef að einhver af þessum væri dómari í máli yfir félaga sínum í samtökunum. Við erum, já, ef ég held aðeins áfram með líkinguna að til þess að halda öllu sínu, til þess að halda völdum sínum, halda fengnum, þá fara þeir, og þið sjáu að þeir sita sig allir í ritstjórnarstöður, þessir glæpamenn, að til þess að halda sínu þá þurfa alltaf að fara með umræðina í einhverja vitleysu og býðið bara, þeir eru eftir að fljótlega að fara að ræja mig og mína og Frelsi TV, það býðið bara aðeins, það á eftir að koma að þeir þurfa að hafa stjórn á umræðinni þannig að enginn fari að átta sig á því að þeir eru glæpamenn og þá getum við fara að tala hluti eins og Stockholms syndrómið eða Stockholms heilkennið þar sem að og þessna er ég svo mikið líka að gera kröfu til okkar eða til borgarana að við séum ekki meira og minna föst í Stockholms syndróminu sem að ef að þið flettið upp að þá var það bankaræningar sem reyndu banka í Stockholmi og endaði í gíslatökumáli það var sem sagt og hvort það var einhverja vikur eitthvað þá hélduðu til í bankanum og þessir bankaræningar voru mjög ofbeldisfullir gegn fólkinu sem það hélt gíslingum jafnir lamdiða og alls konar vondir hlutir en það bilaði eitthvað í hausnum á þessu fólki sem var fórnarlömb í þessu tilfelli og þau meiri segja mættu fyrir dómstóla til að bera í bætifláka fyrir bankaræningana, fyrir glæpamennina sem hafði jafnvel farið illa með þau og þetta er ákveðin svona ákveðið heilkenni og þannig að fólk þarf líka aðeins að reyna að hrista sig út úr þessu Stokkhólmsheilkenni og fara að kalla hlutina réttu nöfnum og hætta að láta þessa kumpána komast upp með það að snúa umræðinu í tóma vitleysu og núna til dæmis eru þeir að tala um það að gera og þeir halda bara áfram þá til einhver stöðva þá það verður við almenningu verðum að fara að byggja upp eitthvað konar afl til þess að stöðva þetta lið það bara heldur áfram hvenær er alltaf að stoppa þetta fólk þegar það fara að éta börn það er bara niður í Östustræti og er að borða börn opinberlega hvar er línan er engin lína hjá fólki almennt sko þessir gaurar eru löngu búin að gangi yfir alla mína línur ef ég var í pólitík á Íslandi og fengi eitthvað fólk með mér í pólitík á Íslandi þá myndi ég setja sem númer 1 á stefnuskrána að setja þetta fólk í fangelsi og þetta fólk hlakkar í þessu fólki og ég mun taka fyrir smokkfiskin seinna það er fólk hinum megin sem er alveg jafnt sekt sko þá koma þessi reyndar seinna inn í myndina en ég tek þau bara fyrir seinna sko að þetta fólk telur sig að vera búin að komast upp með glæpin það er konar fyrningar á þetta allt saman og þetta er allt saman dauð mál núna eitthvað svona en það er ekki rétt hjá þeim það er nefnilega þannig í pottum búið að það er engin fyrning á skipulegri glæpastarfsemi og þetta fólk er ennþá hægt að sitja í fangelsi og það er að gera upptakar allar eigur sem að til koma vegna glæpastarfseminnar
og ég tel að við íslenska þjóðin þurfum að fara í þennan feril að koma þessu liði í fangelsi, langt fangelsi og gera upptækar eigur sem á að rekja til skipulegra glæpastarfsemi og eins og ég segi þetta verður bara verra og verra og ef við förum ekki að draga einhverja línur í sandinn þá eru við í raun jafn ábyrg og þetta lið þá erum við orðin svo meðvirk að við eigum orðið fátt afsakanir en þetta lið náttúrulega gríðalegt það með alla peningana og peningar eru það sem virðist rúla heiminum í dag og mikið þannig að við þurfum að náttúrulega fyrst þurfum að ná aftur löggjafarvaldinu, Alþingi og við þurfum að sitja inn í lög að lögin séu læsileg fyrir alla borgara landsins ég hef sagt það áður í vídeói sjálfbar lög að ég tel að engin lög í landinu eiga að vera flóknar en umferðarlögin og getið ímynda okkur bara vinnusparnaðin við að vera ekki alltaf að endurskrifa lögin aftur og aftur og það á ekkert að vera neitt flóknar til þess að skrifa lög fjármál fólks og almennings heldur en að skrifa umferðarlög við segjum bara þú getur ekki tekið 600% vextir, það er bara ólöglegt það er bara ólöglegt að keyra til dæmis niður bankastrætið á 600 km hraða, það er bara ólöglegt og þannig að þetta er engin óbúslega flókin vísindi en glæpasamtökin til þess að komast upp með glæpin þá þurfa þau að gera þetta óbúslega flókið og við sjáum til dæmis eins og rannsóknarskýrsla Alþingis það er hluti af öllu þessari blekkingastarfsemi og svika og glæpastarfsemi það er alveg ljóst þessi skýrsla var bara svona haltu kjafti Karmela fyrir almenning bara lestu þessa skýrslu eða þú bara veist ekkert málið sko og mörgum líður þannig að þeir hafa ekki lesið skýrsluna það bara ég veit nú ekkert það kannski er þetta í skýrslunni, kannski ekki og þess vegna er skýrslan eins og 18 síma skrár að það er ástæða fyrir því að það er gert þannig það er til þess að enginn fái neitt út úr þessu þetta er blekkingastarfsemi feluleikjastarfsemi það er bara að verða fíblast í þér kæri Íslendingur en svo eru komin upp fullt að það er síðan ákveðin endurnýjun í þessum hópum og þessa glæpaklíkur og það komi fljótlega upp til dæmis í gegnum samspillinguna og fleiri stjórnarflokka þá komu svipaðir glæpahópar og við sáum til dæmis eftir hrunið þá fengu þessar nöldrandi vinstrimenn loksins tækifæri til þess að gera eitthvað fyrir fólkið ég man eftir í 20 ár meðan að sjálfstæðismenn voru að nauðga þjóðinni þá voru vinstrimenn alltaf á kantinum þetta með ekki verið svona vondi við fólk þið verður að fara að gera eitthvað fyrir fólk nöldrand á kantinum í 20 ár og svo bara einn daginn bara duttu völdin í kjöltun á þeim og þeir bara þeir gerði ekki neitt fyrir almenning þeir gerði ekki absolutt ekki neitt þeir gerðu hlutina bara verri fyrir almenning heldur en glæpaklíkan það er þekkt að mafíur meira segja þessar hræðilegu mafíur á Ítalíu sem hik ekki við að drepa saksóknar og dómara að þær mafíur hugsa vel fjölskyldunar í borginni sinni ég meina ef þú ert einstæð móðir eða ekki þá ferðu til mafíósans til þess að fá hjálp og hann hjálpa þér þannig að og ég manum meira sér eftir þegar ég var á Íslandi að þessir gaurar þessir kórdrengir að ég var með geymsluhúsnæði þarna í Hafnarfirðinum það var svona fullt af litlum geymslum sem var þetta leigja og það var rosalega mikið innbrot inn í þessar geymslur og þegar ég kom hana þá spjallaði ég aðeins við húsvörðin eða gauri sem sá svona svæðið
og ég spurði hann, hvað er mikið innbrot hérna í geymslunar, þar ég eitthvað að hafa ágjör af því, hann sagði, nei, það engin innbrot hérna. Ég segi, nú, hvað er engin innbrot? Það var hérna áður, þá vorum við með svona öryggiskerfi og beintengingu við lögregluna og við hringdum í lögregluna alltaf þegar það var brotist inn og það var brotist inn í geymslu 2-3 í viku og hérna og við hringdum alltaf við lögregluna þannig að endaði með því að lögreglan sagði, nei, veistu, við höfum bara ekki mannskap og tíma í að koma alltaf í svona mál til ykkar. Þannig að lögreglan bara sagði á endanum, við nennum þess ekki bara verið úti, sko. Og þá fóru þeir alltaf fyrir sér, eða fór húsvörðurinn alltaf fyrir sér, já, ég það nú eitthvað að passa upp á þessi geymslusvæði og bara rétt hjá þessu svæði þá var aðalskrifstofa Hells Angels á Íslandi eða þetta samkomús eða hvað vel kalla og hann bara röltir til þeirra og fer að spjalla við Hells Angels og fer að segja, já, ég hérna með ákveða vandamál, það rosa mikið brotist inn í geymslunar hjá okkur, við getum ekki verið með þessa starfsemi ef öllu rænt jafnóðum úr geymslunum, þá þurfum við bara að loka þessu og Hells Angels já, ekkert mál, við bara tökum að okkur jobbið, við skulum passa upp á geymslusvæði fyrir þið og við tökum svona mikið á mánuði fyrir það var einhver peningur sem og húsvörðurinn bara rétti hendina fram og þá komið samningur bara handsamningur og hérna og eftir þennan samning þá hefur aldrei verið brotist að inn og meira sagði húsvörðurinn að það væri svo merkilegt að það hefur bara verið komið með tilbaka alls konar dót sem hafa verið stólið að áður og var lagt við svona hliðið það sem var keyrt inn þannig það var ekki nómað að þeir sá fyrir því að það var ekki brotist inn heldur sá þeir fyrir því að skila fullt af drasli sem hafi verið stólið áður þannig að það sem að gerast líka og það reynda var svolítið rætt í hagsmunasamtökum heimilina þegar ég var þar það var þetta hugtak samfélagssáttmáli sko við höfum haft ákveðin sáttmála við þessi glæpasamtök þennan eimreiðarhóp og smokkfiskarhóp og hvað þetta pakk heitir allt saman og hérna sá samfélagssamningur eiginlega ógildur vegna vanemda sem sagt stjórnvalda eða þeirra sem að eru hinum við borðið á móti almenningi þannig að almenningur eiginlega ekki bundinn að þessu samningi lengur og hérna svo sjáum við að í öllu uppnáminu og öllu veseninu þá verður að reyna að koma á mér þessi nýri stjórnarskrá sem að styrkir þessa glæpahópa í sessi sko það ekkert eðlilegt á Íslandi að einhver forstjóri sem 15 milljónur á mánuði í launa meðan einhver annar með 150.000 á mánuði í laun það ekkert hægt að réttlæta það, rökstyðja það eða ræða það bara ekki það ekki heilbrigt þjóðfélag það er fangaplán þetta það er versta tegund af þjóðfélagi sem hægt að hugsa sér og þessna segja að þetta fer alltaf lengra og lengra þannig að enda með því að það verða þessar mafíur með þá 500 milljónur á mánuði í laun svo verður herlögregla eða lögregluher apparatus á milli og síðan verða bara allir hinir sem eiga ekki einu sinni hórið í nebbanum sínum það búið að taka lögtaki í hórinu og ef þú snýtur ekki nógu hratt þá verður það bara skorið úr eða þannig sko og hérna þessna þessi mynd Hunger Games eða sönguleikanir þeir eru svona in your face statement hvað að koma alveg á næstunni til jarðar og hérna já, ég hef nú stundu verið skammaður fyrir að vera svo neikvæður að við getum með því að bara sita línu í sandin og segja bara nei og til dæmis núna sé ég sem ég gleðst mjög mikið yfir að fólk meira og meira farið að
taka aftur siðferðis hlutar eða þess kristnina. Við erum kristin þjóð og við sættum okkur ekkert við svona þjóðfélag. Við viljum gott kristi þjóðfélag, það sem að öllum líður vel og það jafnræði meðal fólks og við viljum ekki svona glæpastarfsemi. Og ég hef komið með töluvert að rauna, við þurfum alltaf að skrifa stjórnarskrána upp á nýtt og ég þarf reyndar að gera sér þátt stjórnarskrána en núna vitið að það var afmælisdagur 50 ár frá því að John F. Kennedy var skotinn og hann var á 1963 að vara við þessu konungs leyni félaga valdi sem var að rísa þá upp í heiminum og núna þetta algjörlega opið, það sjá allir sem að nenna eitthvað aðeins að taka augun af fjölmiðlu dagskráni, þeir sjá alveg hvað í gangi og við verðum að fara að koma lýðræðisstofnunum í lag fyrst og það eins og með stjórnarskrá Bandaríkjanna elitumafían alþjóðlega hefur sagt stundum að stjórnarskrá Bandaríkjanna verður að eyða og eyða úr minni fólks af því hún svo sterk hún tryggir svo mikið frelsi einstaklingsins og einstaklingsframtak, hún tryggir eignarétt einstaklinga rétt borgarana til þess að vera með militia eða litlar hersveiti til þess að verja sig og landsvæði sitt og landið sitt og þannig að bandaríska og þessna sjáum í öllum fjölmiðlum og allir þessir skipulögðu glæpahópar, einræðin og allir þessir hópar á full að segja neða verðum að fá nýja stjórnarskrá og þeir munu fara sér lengst frá stjórnarskrá sem skrifuð eins og bandaríska stjórnarskráin að þegar bandaríska stjórnarskráin náði upp af þessu marki að brjóta á bak aftur þessi elítuöfl öll sömul og þeir hafa náttúrulega verið alveg frá því 1776 hafa þeir markvisst verið að reyna að ná þessu landi niður þeir hafa sagt það sjálfur að Ameríkanar fengu allt of mikið frelsi en þeir sjáu hvað mikið blessun sem fylgir stjórnarskrá eins og í Bandaríkjunum þarna bara spruttu upp alls konar fyrir það allir vildu flytja til Ameríku þarna voru uppfinningamenn og mikill framgangur og mjög gott að búa í Ameríku í ákveðin tíma síðan gerist það 1913 að það stofnaður einkaseðlabanki ég auglýs eftir upplýsingum íslenska seðlabankan ég hef heyrt að hann 708 stjórnur en ég hef ekki enga staðfestingu fyrir því það væri mjög gaman ef ykkur geti sendt mér staðfestingu á því það stendur reyndar á heimasíðu seðlabankans að hann sé sjálfstæð stofnun en það líka stendur Federal Reserve í Bandaríkjunum sem hvorki Federal neð Reserve þeir eiga ekkert gull, engan varasjóði þeir eiga ekki neitt og þeir eru ekki Federal þannig að ég tek nú að með öllum fyrirvara það sem þessar stofnanir segja sjálfar sig og við sáum nú í hvers konar annarlegu ástandi Márin var fyrir þingnefnd en það væri gaman bara að fá þessar upplýsingar en allavega þarna 1913 þá í Jekyll Island þá mistu Bandaríkjamenn fjárræðið sitt og við þurfum að byrja á því að gera alvörunni stjórnarskrá sem að venda stjórnarskrá skrifuð til þess að venda borgara landsins frá stjórnvöldum það aðal tilgangurinn með stjórnarskrá við höfum allt vald það náttúrulögin lög náttúrunar segir að við höfum allt vald yfir okkur og okkar lífi og síðan komum við okkur saman þess vegna erum við lýðræði við viljum vera lýðræði en ekki lýðveldi og við gefum stjórnvöldum ákveðið umboð til þess að framkvæma ákveðið svona sameiginlega verk fyrir okkur það mjög hentugt en það þýðir ekki að við séum þrælarnir þeirra en þeir íslenska stjórnarskráin í dag reynda svona alveg á grensunni með þetta og ef þú ferðum að lesa norska stjórnarskrá eða sænska þá hún alveg bara skelfileg
það er bara borgararnir eru eign konungsfjölskyldunar, það nánast stendur skýrum stöðum. En við verðum að byrja á því að vera með stjórnarskrá sem að gefur hverjum að einum borgara fullkomin rétt og rétt til lífs og við getnað og að fullkomin virðingu fyrir lífinu og eignarétti og fleiri slíku. Síðan þurfum við náttúrulega að koma kosningakerfin í lag, þannig að séu ekki leynilega kosningar, og við þurfum að kjósa dómara og við þurfum að mennta dómara og lögfræðinga. Þetta eiga að vera algjörlega aðskildir hópar. Það er ekkert eðlilegt að þeir komu úr sama skólakerfinu, úr sama háskólasamfélaginu og úr sömu leynifélagunum. Það er ekki fyndið, það er grátlegt. En ég fjalla svolítið aftur og aftur þessi mál, en þetta er svo mikið kjarninn, og þannig að ég á alveg örugglega eftir að skoða þennan kjarna aftur og aftur frá öllum hliðum. Og ég reyna að finna náttúrulega glæpamennina sem að eru krabbamein landsins. Þessi hópur er eitt stórt krabbameinskýli á íslensku þjóðinni, á íslensku þjóðfélagi, og þetta fólk þurfa að skera frá okkur og sitja í fangelsi og gera eignir upptækar sem hafa myndast við þessa skipulögðu glæpastarfsemi. En ég vil endilega minna ykkur á að styrkja mig. Það er fyrir neðan linkur, styrktar linkur, allir komin í jólaskap og svona, og svo vil ég hvetja ykkur til að dreifa myndefninu mínu, linkum á myndefni sem allra víðast. Þið hafi verið mjög duglega við það og ég vil þakka fyrir það, og ég er að sama skapi að reyna að bæta tæknimálin hér. Ég var að keypti lítinn mixer og er alltaf að pæla á meira hvernig ég get gert myndböndin mín betur, og ég fekk reyndar smá kritik að ég var svolítið lengi að tala og svona, en það er kannski aðeins, ég hugsa stundum formið á þáttunni hjá mér, og ég er ekkit, það getur verið að ég geri þannig format, þannig að maður er svona eins og hinir fjölmiðlar, svona vélbyssa, bara dag. Ég vil vera meira svona spjall þáttur, og ég nota mikið af myndlíkungum og ég líta eins og þannig að við séum bara að spjalla í kaffiboði eða fermingaveislu þar sem að barnið trúir ekki á Jesú eða eitthvað slíkt. Þannig að ég þakka bara fyrir og verið sæl.